Já, við erum mætt hér í Sláturhúsið, Keflavík. Betur þetta sem, Toyota höllin í dag. Það er mikið rétt hjá þessi sem... Já, fyrsti leikur í 8 liða úrslitum í Iceland Express-deild karla. Úrslitakeppnin farin að rúlla, alvaran komin af stað. Já, mikið rétt. Já, mikið lagt upp á þessu leik. Keflingar buðu upp á ljósasjó og trommusveitin mætti aftur til starfa eftir smá hlé. Það er ekkert að segja annað en að það hafi farið vel í menn. Leikmenn beggja liða, hún er að búa sig vel undir úrslitakeppnina. Það var boðið upp á flugeldasýningu í fyrsta leikluta í Keflavík. Fyrir B.A. Walker. Búm! Þriggja stakar á honum. Og hann er 75% upp í leiknum. Þessi keflingi er Antoni Súsnera, búinn að vera mikill happafundur fyrir Keflinga, 12 stig og 8 fráköst. Og sýningin hélt áfram. B.A. Walker á kunnuglegum slóðum. Beint á hafnagötunni. Það held ég nú Magnús Gunnarsson, ekki síðri. Hann skoraði 4 slíka í fyrsta leikluta. Hann kom illa sterkur inn í leik. Hér er B.A. Walker með 1 af 6 fristum sínum í þessum leik. Já, hann skoraði 22 stig í heildina. Og Mækki Gunn hér er með 6 fristum sínum. Leikmenn Keflavík komu, leikmennu Þórsi opna skjöldu með gríðarlega áköfum varnarleik og ekki síðri nýtingu. Hér er Arnar Freyr Jónsson, kikkar hún út í þryggjasta, Gunnar Einarsson. Tími. Fyrsti leikur búinn, 37-20, Keflingum yfir frábær byrjun á þessum leik. Reynslan var lag svoleiðis á honum. Það var skemmtilegt að sjá góða stemningu í Sláturhúsinu. Algjörlega. Það held ég nú, annar leikluti, Arnar Freyr Jónsson gefur á Sigur Gunnar Þorsteinsson. Hann sér Gunnar Einarsson, kallar þetta vörnvinnur? Nei, held ég nú ekki. Magnús Gunnarsson á vítalínunni, hann var 100% í kvöld, 4-4. Menn svo Óna Ásgeirsson alveg á hælunum, má segja. Hér eru þjálfarar Keflinga, þeir Sigurður Ingimundarson og Einar Einarsson. Þeir voru sáttir til búningsklefa í leikli 21 stig yfir og það sama mátti í raun segja seinni hálfleikinn sem var, eins og afskorinn ímynd af þeim fyrri. Keflingar spiluðu hörkuvörn. Lúka hann aðeins með 8 stig. Keflingingar sildu lignan sjó þar sem eftir liði leiks allir fengu að spila og uppskáru á lokum öruggan sigur 105-79 lokatölur í Keflavík. Já, lögðum náttúrulega bara grunninn með fyrsta leiklinu sem var náttúrulega endurpunkturinn bara í leiknum, má segja. Jón Nordal, auðvitað sigur í dag. Já, þetta var nokkuð gott hjá okkur. Við spilum bara fanta vörn, náðum að loka á Lúka og Óðinn hjá þeim. En Ísum var meira með boltan og hann tók svolítið frá hörnum með að dribbla mikið sjálfur, lenti mikið á honum. Þannig að þetta gekk svona nokkuð upp á það sem við ætlum að gera. Við leggjum allt upp á varnarleiknum, þá kemur sóknin að sjálfum sér og við vorum að spila mjög óeigingjarnt í dag. Við vorum að leita góðu skotunum, opnu skotunum, menn voru ekki að spila fyrir sjálfa sig. Það var bara að leita opnustu manninu og heitustu mönnunum hverju sinni, þannig að það gekk vel upp. Já, nákvæmlega. Þristandi duttu hann að greimt inn í byrjun og þið bara sýndu það að þið ætluðu bara að keyra þetta fullu frá byrjun og þið gerðu það, enduðu þetta 105-79. Er eitthvað svona úr þessum leik sem þið munu taka með ykkur norður sem þið getið byggt ofan á það? Hvað er það? Klárlega, nú settum við tóninn bara fyrir úrslitakeppnina. Það var að byrja með trukki og sýna að keppnin er byrjuð og taka fyrsta leikinn með stæl og við tökum fullt af góðum hlutum úr þessu leik með okkur norður og bara áfram í keppnina. Þetta er bara sem koma skal. Ég sýndi hérna áhorfendum í dag sem voru mættir hérna, trommusveitin og fleiri að þið kunnaðu að spila körfubolta. Er eitthvað sem þú vilt segja við áhorfendur svona fyrir næsta leik? Já, ég þakka áhorfendum að koma þarna kærlega fyrir í dag og það er nú aðeins meiri aukning heldur en verið í vetur og bara byggja ofan á þetta og gaman að sjá trommusveitina koma aftur saman hérna og að muna þvílegt að hafa og svo bara bæta við hvern leik fyrir sig, fá fleira fólk. Það sem við gerðum vel er við spiluðum frábæra vörn, fannst mér og hinn fengu aldrei að gera sem þá langar að gera. En það er þannig þannig einu sinni að við erum liðið sem búin að fá fæst stig á sig í deildinni og við ætlum aðeins að sýna það betur hversu gott varnarlið við erum. Já, á klára dag hverju? Klárlega. Flottir. Er eitthvað sem þú vilt segja við áhorfendur? Varstu ánægður með áhorfendur í dag? Það eru skemmtileg stemming í dag og langt síðan við fengið svona góða stemming í húsi og ég vona að þetta kveiki í áhorfendur fyrir úrslitakeppnina og það á eftir að vera meira svona fjöruleikum. Mæta. Segir Sigurður Ingimundarson og þið takið hann bara orðin og mætið. Ok, B.A. Walker.
congratulations, great match. Was it easy? No, it wasn't easy. I think we wanted to come out and play good defense at first, but they're a tough team. You know, we got going, we got hot, so we was fortunate to win tonight. We just wanted to focus on their best two players and try to limit their scoring. And Tommy did a good job on Luke, and I tried to hold Cedric to under a 30-point game because he can get 30 fast. So you know, we tried to do that and then try to focus on not letting other people score a lot too. So it was a team effort. You gonna put 30 on Sunday? I don't know. I hope so. If that's what it takes, I hope we get it. So as long as we win. Við náttúrulega bara lendum undir eiginlega bara frá byrjun og erum undir í hálfleik náttúrulega en svona í þriðja leiknum þá fór þetta svona aðeins að smella hjá okkur og svo var þetta komið svona, hvað segja, jafnt í fjórða og náðum svona klóra aðeins í bakkan og komast yfir hérna undir lokin bara og náðum að halda því út. Já. Þannig að Mér skilst að einhver hasar hafi verið í mönnum. Hafið soðið upp úr hana? það var bara hasar í Gunna Einars og Kannan hjá þeim og endaði með að Kani sparkaði Gunna. Já, þá var þetta ásnýðsvilla bara og við fengum spítið og boltan aftur og þá svona fóru þeir eiginlega bara í stress, Þór. Já. Og þá, þetta var bara mómentið okkar, það snerist þarna og þá tókum við þetta bara. Já, það var eitthvað smá læti að hann sparkaði í mig með einhver Kanin hann en það var ekkert skilur, bara skilur við hitt fyrir og hann fikk einhverja tæknimilli þarna og ásetning og þannig að maður gott sem bara fara út úr leiknum. Já, ég meina það er náttúrulega skiptir miklu mál að fá þennan mann út, þetta er náttúrulega einu maður sem er svona skapa fjöðurinn í leiðinni, sko. Já. Skapa eitthvað, þetta hefur verið mjög tilviljunarkennt eins og í síðasta leik og náttúrulega fyrirleginum, sko. Já, akkurat. En þeir náttúrulega bara sterkir heim að sækja og eru með gott lið. Þið lendið, 20 stigum undir á tímabili og, ykkar leikur, var ekki á réttri leið. Hvað var það svona í ykkar leik sem að skóp það að þið náðuð yfirhöndinni að lokum? Það var bara trú, baráttu og baráttu vilji bara. Við börðumst bara allan tíman og gáðumst aldrei upp. Og þannig tókst þetta bara, unnið 30 stigum með því bara. Já. En þetta var erfiðara heldur en við héldum. Já, Þórsarar ekki þekkti fyrir neitt minna heldur en að gefa sig allan í þetta. Ég segi það, allan að gera það núna í þessu leik, með að það skilji. Hvernig er staðan okkur núna? Hvað er að gera? Við erum bara á leiðinni heim núna, frá Akureyri. Það var flugvöllinu með það? Já, við erum bara á brautinni. Já. Góðan gýr. Er rúta eða? Nei, við erum bara heima einkabílnum bara. Hvernig bíl er þetta? Þetta er Toyota, Corolla. Hvaða típa? Fara aðeins yfir það í nokkrum lauslátum orðum? Enda styrtir á Toyota, ekki Toyota.